Halló og verið velkomin aftur. Í dag ætla ég að sýna ykkur þessa förðun. Þetta í rauninni look sem ég gerði í sumar. Ég setti myndaði inn á Instagram og síðan að ég gerði það, þá hafa margar beðið mig að taka upp og setja tutorial hingað á YouTube. Þannig ég ákvað að gera það. Þannig já, þetta er förðunin sem ég gerði í dag og ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra en þetta, þannig að ef þið viljið sjá hvernig ég gerði þetta, þá megið endilega halda áfram að horfa. Halló, heyriði mig. Ég byrjaði á því að setja hyljar á augnlokið bara til að jafna aðeins út litinn. Ef ég væri að fara að vera með þetta eitthvað lengi, þá myndi ég nú setja primer, en af því ég var nú bara að fara að sofa þegar ég var búin að mála mig, þá dugar þetta. Og þetta er Pro Conceal sem er voða fínn og ég er að blanda honum út. Vá, var ég sæt. Ég er að blanda því bara út með svona fluffy busta frá Morphe sem er mjög þægilegur og potaði í augað mitt. En þessi er mjög þægilegur til að blanda út hyljana. Mega nice. Og horfa á sí, auðvitað. Síðan er ég bara að vinda mér í þetta. Ég er að nota 35K palettuna frá Morphe og fluffy busta og svona miðlungs appelsínubrúnan og ég bara seti það í Globus og aðeins fyrir ofan Globus svo að dekkri litinir blandist upp í eitthvað á eftir. Seta bara þarna og blanda almennilega. Og síðan tók ég bara sama lit og bætti aðeins við þannig að það yrði aðeins dekkra. Og síðan er ég að blanda saman litnum sem ég notaði og svona aðeins ljósari lit með enn stærri busta og fara í kringum því ég vildi hafa blöndununa alveg mega fína. Þið afsakið bóluna þarna í fyrir neðan augabrúnina mína. Ég fekk einhver útbrot eftir dipprá. En núna var ég að taka aðeins dekkri rauðbrúnan og er að setja með aðeins minn busta meira svona bara yst og dregða aðeins inn í Globus-línuna. En ég einbeiti ég samt mest svona þarna út í enda og blanda síðan út. Síðan tek ég svona minni busta og sama lit og er bara að hafa litin aðeins þéttari þarna yst. Ég vildi bara fá aðeins nákvæmari svona ásetningu og þess vegna notaði ég minni bustan. En síðan fer ég með stærri busta og blanda aðeins í kring. Síðan er ég að blanda sama lit og ég notaði og dekkri litnum fyrir neðan bara því ég vil hafa aðeins dekkra þarna í vaffinu eins og það kallast stundum. Þessi litli busti er mega nice í þetta. Ég fíla hann vel. Og síðan blanda ég alltaf á milli því að það er nauðsynlegt. Fyrir augnlokið tek ég 12 Zeta palettuna sem er Zodiac og svona grænbláan, þetta er voða svipað og MAC Blue Brown pigment. En ég er að setja þetta á augnlokið með flötum busta og þetta er mjög fallegur litur og þessi paletta er bara alveg æðisleg fyrir svona smoky farðanir og svoleiðis. En síðan blanda ég aðeins í kring bara með hreinum busta og síðan set ég meira af litnum eftir smástund bara því ég vil hafa hann svolítið svona almennilega sterkan, ef það meikar sens. Og blanda, því að ég ger ekki nóg af því, og blanda með öðrum busta og geti hvað, blanda með þriðja bustanum. Þá ætla ég að gera hitt augað og þá er komin tími á augnhár. Ég nota Iconic frá House of Lashes og meðan að límið er að þorna á þeim þá setja ég á mig maskara og síðan fann ég ekki plokkar minn þannig ég er með þennan hörmulega ásetjara sem virkaði ekki vel en ég set augnahárin á mig eins og þið sjáið, vesen. Ég hefði nú viljað vera með Minx 2.0 en mín slitnuðu þannig að þessi verður bara að vera núna.
Þá er það andlitið og ég er að blanda Double Wear frá Estée Lauder með smá hvítum dropum frá MAC því að Double Wear farðin aðeins svo dökk fyrir mig. Þetta er alveg ótrúlega fallegur farði og gerir mann alveg flawless en hann er samt smá cakey ef ég segi alveg satt. En ég er að blanda honum út með blautum beauty blender og já. Síðan er ég að setja hyljara, ég nota MAC Pro Longwear og ég er bara að setja þetta undir augun og á klassísku highlight staðina og ég er svona aðeins að skerpa augnskuggann þarna í ytri hornunum og síðan blanda ég út með Beauty Blender. Síðan er ég að taka þetta dásamlega púður frá Yves Saint Laurent og ég tek úr línunum og fer síðan yfir með burstanum og horfi á Aussie. Og ég púðra bara undir augunum og þar sem að ég notaði hyljarann. Núna er ég að setja smávegis sólapúður af því að ég notaði aðeins svo mikið af hvítu dropunum. Var aðeins hvítari en ég á að vera. En síðan er ég að fara að skyggja eftir því. Ég er að fara að skyggja núna. Ég nota kontúrpalettuna frá Morphe og þennan dásemdarbusta frá Morphe og ég er bara að búa til kinnbein og svoleiðis. Very nice. Og síðan blanda ég alltaf aðeins eftir á með beauty blendinum þannig að verða ekki of harkalegt. Síðan ætla ég að skyggja með nefið, ég er búin að vera að fíla það svolítið mikið upp á síðkastið og þá nota ég alltaf þennan busta. Hann gerir þetta voða easy, skvísa. Og ég fer síðan bara alltaf yfir með beauty blendinum til að gera þetta almennilegt og dansa. Síðan eru kinnalitur, ég er að blanda þessum tveimur frá NARS og set á eplin og dreg aftur. Og síðan er ég að nota nýtt uppáhald, þetta er Glow Kit frá Anastasia. Svona highlighter paletta og hún er bara gorgeous, ég mæli sjúklega mikið með henni, hún er æði eins og þið sjáið. Síðan er ég að gera undir augunum og ég er að nota bara sömu liti og uppi, þessa brúnu og þennan busta frá Real Techniques. Ég er rosalega hrifin af þessum busta undir augunum, mér finnst hann mega nice í það. Hún svona virkar rosa vel. Síðan er það aðal stjarnan og það er gel liner. Þetta er ekkert svakalega þægilegt en þetta lúkkar. Þetta er svolítið svona, já, þetta er mjög óþægilegt en þetta venst. Ef þú ert með hrikalega viðkvæm augu þá mæli ég ekkert svakalega mikið með þessu því að þetta er bara mega þurrkandi. En ég leyfi þetta af. Ég sem þetta setið í vaslínuna og svo svona í innri augnkrókinn. Og síðan er ég að grenja. Og síðan er ég bara, wow, pæja. Og síðan er það maskari á neðri augnhárin. Og þá eru augun bara ready. Það eru varir, ég var í smá vesen með varir. Ég byrjaði að setja með þennan liquid lipstick frá Colourpop. Ég er rosa hrifin af þessum liquid lipsticks en þeir eru mega þurrir en þeir haldast líka rosalega vel á. Þessi er rosa ljós en mér langaði að prófa fyrst bara að setja hann. Hann er rosa fallegur, ekki misskilja mig. Þannig er ég eitthvað svona, nei. Þannig ég ákvað að taka Tutsi varablýantinn sem er svona svolítið svona grár og ég bætti honum bara svona í línurnar eða þannig og dró hann svona aðeins inn á varirnar. Þá var þetta aðeins skárra en ekki alveg nógu fínt. Þannig ég tók Kiddo sem er frekar svona glær litur og ég setti bara yfir allt og það virkaði meira bara svona eins og gloss og ég var ansi sátt með það. Mér fannst það að vera juicy og
cute. Já. Og þá er þetta bara tilbúið. Ég er bara ready. Þannig að þarna er bara endalaust af vandræðalegum pósum, en takk æðislega fyrir að horfa og við sjáumst í næsta myndbandi. Bye!